Við Strandgötu á Patreksfirði stendur leikskólinn Araklettur. Hér var áður starfræktur gæsluvöllur frá 1965 en árið 1984 var leikskólinn byggður og tók til starfa í september sama ár. Nafnið Araklettur hlaut leikskólinn á 10 ára afmæli sínu þegar efnt var til samkeppni nafnið meðal starfsfólks en nafnið dregið af örnefni í grennd skólans. Sigríður Gunnarsdóttir hér nýlega tekin við starfi leikskólastjóra. Við hittum hana á kaffistofunni og byrjum á að spyrja hvernig hún kunni við sig í nýja starfinu. Nú ég búin að vera inn í 2 mánuði og kann alveg ofsalega vel við mér. Þetta virkilega góður vinnustaður og flottur leikskóli með æðislega lóð og eru með frábært starf. En þú varst sjálf á þessum leikskóla? Já, mikið rétt. Ég var sjálf alveg öll mín leikskóla ár. Þannig að það gaman að vera komin aftur og nýflutt aftur heim. Þannig að já, maður kannast alveg við veggina hérna. Var þetta eitthvað sem þú sást fyrir þegar þú varst lítil að alast upp að þú myndir enda sem leikskólastjóri? Nei, alls ekki. Ég verð að segja alveg sver. Nei. Það bjóst ég aldrei við, en virkilega skemmtilegt bara. En þú flytur aftur heim. Hvað var það sem þú horfðir í þegar þú tókst ákvörðun að flytja aftur heim? Mér langaði bara í rauninni bara breyta til og þá gott að fara í eitthvað sem maður þekkir. Og hér bara gott samfélag, gott fólk og já, þannig að það var í rauninni það. Þetta hlýtur að vera spennandi starf og þú hlýtur að vera með vissar hugmyndir hvað þig langar að gera og breyta til. Já, vissulega. Þetta mjög spennandi og mér hefði í rauninni aldrei gruna hvað að það að vera leikskólastjóri væri viðamikið starf og hvað maður í rauninni í mörgu að snúast og til dæmis bara núna erum við að fara að innleiða nýja stefnu, uppbyggingarstefnuna, uppeldi til ábyrgðar og það stefna sem ég þekki og aðhyllist og hún líka upp í Patreksskóla þannig að við viljum svolítið svona samræma stefnundan í sveitarfélaginu. Er leikskólinn í góðum tengslu við eins og nefnum á Patreksskóla, tónlistarskólinn var í morgun. Já, vinnur leikskólinn mikið með öðrum skólum? Já, við gerum það. Við erum í mjög góðu samstarfi við Patreksskóla og tónlistarskólan, það er svona að byrja og þau stefna að koma til okkar allavega einu sinni í mánuði, tónlistarskólinn og svo kannski auka við þegar seinna stundir. Patreksskóli við förum nemendur fara einu sinni í viku í íþróttahúsið og gera alls konar þrautir, fara á bókasafnið. Við erum duglega að fara nemendur eru duglega að fara bara bæinn í vettvangsferðir, fara með plast, fara með tína lauf og við erum svolítið í bara svona grennda kynningu. Það er nú ekki langt í sjóinn og hafið og náttúruna hérna. Það er nefnilega málið. Þetta er nefnilega, við erum bara stutt í fjalli, stutt í fjöruna og það er einhvern veginn, við höfum þetta allt Við erum ekki að labba langa leið. Hvað eru margir hérna og hvenær byrjaði að taka inn? Það eru núna 42 nemendur og fyrir áramót verða kominir 44 og þá erum við rauninni fullur leikskóli. Við höfum náttúrulega vegna COVID og allt það þannig að það höfum verið að aðlaga svolítið hægt þannig að við erum rauninni búin að vera aðlaga síðan í haust. En það hefur verið fjölgun á börnum þannig að þið hafið þurft að koma börnunum inn á deild í grunnskólanum? Já, síðasta haust þá sáum við fram á að það yrði það mikið af börnum að við myndum ekki ráða við það. Þannig að það var ákveðið þar síðasta haust að það yrði gerð leikskóladeild upp í Patreksskóla sem 5 ára börnin fóru í og það hefur bara gengið mjög vel og núna erum við með þá börn frá 14 mánaða og upp í 4 ára. Þannig að það hefur bara, eins og ég segi, það er bara góð lausn og krakkarnir, þessi elstu sem voru hér, bara mjög ánægð að vera komin upp yfir svona, þau eru alveg tilbúin í það að vera á leikskóladeild þar. En samt sem áður, þá styttist í að plássunum, þið fyllir plássin hérna á leikskólanum, þannig að... Já, það er náttúrulega bara mikil fjölgun og mikið ungu fólki sem er flutt aftur heim og við sjáum alveg fram á að það verði enn fleiri fjölgun, enn meiri fjölgun, þannig að við sjáum hvað setur með það. En það eru spennandi tíma framundan og ýmislegt sem þú getur haft áhrif á hérna í starfinu. Já, ég vona það og ég er með gott starfsfólk og hér er góður andi í húsinu og við vinnum öll mjög vel saman.
Það skildi það aldrei vera að þú sért að ala upp nýjan leikskólastjóra hérna af krökkunum. Heyrðu, þegar þú segir það, já, það gæti nú bara verið. Það væri nú gaman.